En við ætlum að byrja á fegurðarsamkeppni Íslands. Keppendur afsala sér mikilvægum persónulegum réttindum þegar þeir undirrita skuldbindandi þátttökusamning við framkvæmdastjóra keppninnar. Í samningnum eru mýmörg atriði sem að brjóta í bága við íslensk lög, en þetta er mat tveggja lögfræðinga sem sérhæfa sig í vinnu rétti og kastljósræti við. Stelpurnar skuldbinda sig til þess að halda líkamsþyngd sinni og litarhætti óbreyttu næstu 3 árin og eiga yfir höfði sér sektir upp á nokkur 100.000 brjóti þær samninginn. Við heyrum einnig hvað fyrrum keppanda þótti þetta samningsferli. Þær stelpur sem að taka þátt í fegurðarsamkeppninni Ungfrú Ísland þurfa að undirrita samning við aðstandanda keppninnar til að öðlast þátttökurétt. Samningurinn er gerður við eiganda og framkvæmdastjóra keppninnar, Arnar Laufdal Ólafsson. Kastljós hefur rætt við fjölmarga fyrrum keppendur í Ungfrú Ísland sem að furða sig á því að hafa ekki fengið að bera samningin undir foreldra, aðstandendur eða lögfræðing áður en þeim var gert að undirrita samningin. Einungis þeir keppendur sem eru undir 18 ára aldri fá að sýna foreldrum samningin og einungis þær sem að óska sérstaklega eftir því fá afrit af samningnum. Samningurinn er bindandi til 3 ára frá úrslitakvöldi keppninnar. Samningurinn sem Arnar gerir við stelpurnar er á 4 blaðsíðum og í rúmlega 40 liðum. Í samningnum segir meðal annars: Ég skil og geri mig grein fyrir því að 150.000 króna þátttökugjald fellur niður þegar ég skrifa undir þennan samning. Ef ég sjálf kýs að rifta þessum samningi eða verð sannanlega uppvís af því að brjóta þennan samning, þá verður þátttökugjald innheimt. Keppandinn þarf sem sagt að greiða 150.000 krónur vilji hún hætta keppni. Með samningnum afsalar þáttakandi sér lögbundnum rétti til að sækja sér bætur vegna mögulegs tjóns, en í honum stendur meðal annars: Ég geri mér grein fyrir því að ég gæti orðið fyrir óhöppum í tengslum við þátttöku mína í keppninni og afsala mér að fullu rétti til að sækja nokkrar bætur, hvaða nafni sem þær nefnast, til framleiðanda eða keppnishaldara. Eftir úrslitakvöldið mega keppendur í Ungfrú Ísland ekki sinna auglýsinga eða kynningastörfum, koma fram í sjónvarpi, útvarpi, á netinu eða í kvikmyndum án milligöngu fegurðarsamkeppni Íslands. Keppnishaldari tekur eigi minna en 30% af brúttótekjum fyrir hvert verkefni sem þóknun. Eins er mér kunnugt að keppnishaldara er heimilt að semja sérstaklega við mig greiðslu fyrir stærri verkefni. Þá segir: Ef ég kýs að rifta þessu samkomulagi, þá skuldbindi ég mig til að greiða eigi minna en 200.000 krónur. En þá sérstaklega við ef stelpan til dæmis starfar fyrir aðra umboðsskrifstofu. Þá ber henni jafnframt að greiða fegurðarsamkeppni Íslands eigi minna en 30% af þeim brúttótekjum sem hún fær í sambærilegum störfum og nefnd voru hér á undan. Tjáningafrelsi keppenda er einnig talsvert skert á þessu 3 ára tímabili sem samningurinn gildir. Hafi blaðamenn eða fjölmiðlar samband við keppendur, þá ber þeim að neita kurteisislega að svara spurningum og tilkynna að viðtalsbókanir fari fram hjá framkvæmdastjóra keppninnar. Keppendur mega heldur ekki blogga nema með sérstöku leyfi. Þá eru nokkur skilyrði fyrir þátttöku tíunduð í samningnum, en þau eru meðal annars: að vera heilsteyptur persónuleiki, búa yfir þokka, andlitsfegurð og fögrum líkamsvexti, vera ekki og hafa aldrei verið gift, né eignast barn. Fyrir utan þetta má skipuleggjandinn að geðþótta falla frá eða breyta einhverjum þessara skilmála ef slík niðurfelling eða breyting mun að mati hans stuðla að farsælu keppnishaldi. Hljóti keppandi verðlaunasæti að verði hún kjörin Ungfrú Ísland segir: Skal ég á starfsári mínu og auka árum, ef þau verða veitt, halda líkamsþyngd minni, litarafti og öllum ytri útlitseinkennum og halda mér í góðu formi líkamlega og andlega. Gerður er sérstakur samningur við þær stúlkur sem að hljóta verðlaunasæti eða titilinn Ungfrú Ísland, sem að skilgreinir skyldur þeirra en frekar. Neiti þær hins vegar að skrifa undir þann samning, færist titillinn eða verðlaunasætið sjálfkrafa á þann keppanda sem keppnishaldari ákveður. Og í samningnum segir: Ef þess háttar uppákoma verður að raunveruleika, þá má keppnin gefa hvaða skýringar í útvarpi, sjónvarpi eða öðrum fjölmiðlum varðandi þess konar framkvæmd sem að aðstandendur keppninnar kjósa. Að lokum er kveðið á að keppandi megi ekki upplýsa þriðja aðila innihald samningsins ókomna framtíð. Og það stendur: Ef ég gerist brotleg trúnaðarbrot, þá mun keppnin sækja bætur sem að nema að lágmarki 300.000 krónum.
Kastljós óskaði eftir viðtali við Arnar Laufdal Ólafsson en hann vildi ekki tjá sig málið, né Valgeir Magnússon, kynningastjóri keppninnar. Arnar sagði að samningurinn svipaði til samninga sem gerðir eru í erlendu keppninni Ungfrú heim. Hann segir mikinn kostnað við að halda slíkar keppnir en Ungfrú Ísland sé kostuð af 7 til 10 fyrirtækjum. Arnar lítur ekki svo á að tjáningafrelsis skerðingin í samningnum þurfi að eiga við í 3 ár en samningurinn sé mikilvægur til að vernda kostunaraðila. Arnar segist aldrei hafa beitt sektunarákvæðum í samningnum og man ekki til þess að nokkur stúlka hafi neitað að undirrita samninginn. Hann áætlar að minnstakosti 60 stelpur hafi undirritað þennan samning eða sambærilegan en í fyrri tíð hafi samningarnir verið opnari. Arnar segir að 10 stelpur séu að greiða honum þóknun í dag. Hvernig fannst þér að undirrita þennan samning? Mér fannst það bara allt í lagi þangað til ég fór aðeins að spá í þessu meira svona eftir keppnina. Mér spáði ekkert í því út að ég var náttúrulega svo ung þegar þetta var. En svo núna þá þegar ég lesi yfir hann aftur og finnst mér þetta bara alveg út í hróa. Gafst þér kostur á að bera hann undir einhvern? Nei, það var bara í boði að skrifa undir hann þannig á staðnum. Þú fékkst smá stund til þess að lesa yfir hann, en annars bara ekki neitt. Það var ekkert í boði að fara með hann heim til mömmu og pappa og leyfa þeim að lesa yfir hann eða neitt svoleiðis. Það var annarkvort bara að skrifa undir hann eða þá að hætta keppni. Það var ekkert annað í boði. Þannig að þú myndi ekki borga 30% af þínum launum ef þú gegnir fyrirsættustörfum á næstunni til keppninnar? Nei, alls ekki. Ég tek það ekki í mál. Ég mun ekki spyrja neitt. Lára Vaff Júlíusdóttir, hæstaréttarlögmaður og lektor við Háskóla Íslands, sérhæfir sig meðal annars í skaðabótarétti og vinnurétti. Svona við fyrstu yfirferð að þá sýnist mér þetta vera ansi mikið afsal á réttindum þessara stúlkna sem að skrifa þarna undir. Og það má eiginlega segja að þetta sé eiginlega yfirlýsing þeirra afsal þeirra á ýmsum mjög persónulegum réttindum sínum og það eru mjög mörg atriði í þessum samningi sem eru mjög aðfinnsluverð. Sem dæmi má nefna að hér eru þær látnar afsala sér rétti til að leita skaðabóta ef að þær verða fyrir óhöppum í tengslum við þátttöku í keppninni. Sömuleiðis ef að þær rifta samningnum að þá eru þær látnar greiða til keppninar stórar fjárhæðir ásamt því að hagnaður þeirra sem þær kunna hafa af riftun, þar að segja samningar sem þær kunna gera annars staðar, að þær þurfa að greiða samningshafa þessa samnings ákveðna prósentu, 30% af brúttótekjum sem þær kunna að hafa. Þannig að það er mjög margt í þessum samningi sem gerir það að verkum að ég myndi telja að hann standist ekki bara íslenskan rétt. Og hann er sem sagt riftanlegur með vísan til 37. greinar samningalagana sem að fjallar ógildingu samninga. Þessi samningur hann er upp á marga blaðsíður, hann er mjög ítarlegur og svona nokkuð tæknilegur og maður veltir því fyrir sér að svo ungar stúlkur að þær séu í rauninni nægilega þroskaðar til þess að átta sig á öllum þeim atriðum sem þarna er verið að fjalla og svo þegar að maður les þennan samning yfir með öllum þessum nákvæmu og ítarlegu ákvæðum þá rek ég augun í það að hann er allur morandi í stafsetningavillum sem að segja mér að það vantar verulega upp á faglega útfærslu og vinnu við gerð þessa samnings. Hún á til dæmis að halda líkamsþyngd sinni, hún á að halda litarafti og öllum ytri útlitseinkennum og halda sér í góðu formi líkamlega og andlega. Og það er nú meira en að segja það að gera svona skuldbindingar til 3 ára og í rauninni langt út fyrir það sem að
svona eðlilegt má telja þegar verið að gera samninga og þessi samningur hann ber þessu öll merki að þetta ekki tveir jafnsettir aðilar sem koma að þessu samningsborði. Þetta aðili sem að fær einstaklinga til að undirrita og afsala sér ýmsum mjög mikilvægum persónulegum réttindum. Finnst þér þetta alvarlegt mál? Mér finnst þetta grafa alvarlegt mál, sérstaklega þegar maður hugsa til þess að það draumur margra ungra stúlkna að komast í svona fegurðarsamkeppni og það eru vafalaust margar þeirra sem að líta á þennan samning sem bara eina hindrunina til að komast að þeim stað sem þær hefur alltaf dreymt að komast. Kastljós leitaði álits hjá Karli Ó. Karlssyni, lögfræðingi hjá stéttarfélaginu Eflingu. Hann telur samninginn mjög íþyngjandi. Hann innihaldi 3,5 þéttskrifaða síðu skyldur keppanda og 3 þokukendarlínur skyldur keppnishaldara. Karl telur yfirgnæfandi líkur á því að samningurinn yrði ógildur, að minnstakosti að hluta, ef á myndi reyna fyrir dómi. En ekki dálítið mál að láta rifta svona samningi? Jú, það það og það má segja að ef eitthvað kemur upp á, ef þetta gengur ekki allt vel, að þá það fyrsta sem að stúlkurnar þurfa að gera, það að leita sér lögfræðiaðstoðar og það ekkert gaman mál fyrir hvern sem hvað þá ungar stelpur.